Eitt að vera úti og njóta útivistar og náttúrunnar og náttúruaflannast, komast í snertingu við þau. Það dýpkar upplifunina að fræðast sögu staðana, slóðana sem við göngum eftir og fræðast líka jafnframt lífríki og náttúru sem að verður á vegi okkar. Hér hefur náttúrulega verið bara byggð frá landnámi, þannig að það allstaðar í rauninni mannvistarleifar og saga mannsins og sambýlis hans við náttúruna hér í hverju spori. Það snýst mjög mikið félagskapinn og líka útiveruna. Það maður hefur séð framfæri hjá fólki. Fólk kemur inn, á öllum stigum og ég hugsa líka sjálf þegar ég var, í rauninni að fara gegnum lyfjagjöf, stundum labbaði maður hálfa götu, stundum lengra, en í rauninni svona þegar maður fann að maður var tilbúin í meira, þá hefði ég alltaf verið tilbúin í rauninni líka að tilheyra hóp og líka kannski að vera innan fólk sem að, hafi skilning, hvar ég var stödd. Mér finnst líka gaman að sjá þegar maður sér fólk kannski ekkit endilega á besta staðnum, en svo sér maður blóman, mér finnst það líka bara frábært. Ég bara dætt inn í þennan gönguhópa gegnum Karlmannsfélagið og hefur verið mjög gaman að taka þátt í þessari göngu sem er svona uppbyggjandi í sjálfu sér og grunninn er það að ná sér upp í þreki. Þau hjón alveg frábæri leiðsögumenn og farið víða hér í nágrenni Reykjavíkur. Gengið mjög vel. Það er eitthvað svona lífsvekjandi, ef svo má orðið komast, við það að vera úti að leika sér og að vera með vindinn í hárinu og það má alveg rigna á mann og það verður enga mynd af því. Maður sækir kraft í náttúruna. Náttúran er móðir okkar allra og uppspretta alls lífs í heiminum og með því að tengja okkur við hana hvenær sem tækifæri gefst þá bætum við lífsgæðum.